Enn eru áfangar á ferðum Eyjafjörð, enda viðfangsefni ærin, fornfrægir sögustaðir og menningarminjar við hvert fótmál. Áður en við komum að aðal viðfangsefni þáttarins, hinni miklu timburkirkju að Grund, ætlum við að gera stuttan stans á þeim kirkjustað sem næstur er Akureyri, en það er Kaupangur. Nafnið er talið benda til þess að hér hafa áður verið verslunarstaður. Hér hefur lengi verið kirkja, en sú kirkja sem hér er nú var byggð árið 1922 og er yngsta kirkjan í sókninni, en þær eru 6 talsins og hver annar er merkari. Kaupangskirkja er úr steinsteypu og er gengið inn í turn í norðvesturhorni og minnir hún að því leyti á sumarkirkju Rögnvaldar Ólafssonar. En Sveinbjörn Jónsson, byggingameistari, sem síðar var kenndur við ofnasmiðjuna, teiknaði og byggði kirkjuna. Hið innra er kirkjan björt og stílhrein, en hún hlaut gagngerað viðgerð árið 1988. Það var sett nýtt gólf í kirkjuna og nýir bekkir ásamt öðrum endurbótum. Kirkjan á litla altaristöflu frá 1656, en hún mun vera í viðgerð. Hins vegar hangir stórt málverk á norðurvegg sem Ingvar Guðjónsson útgerðarmaður keypti í Englandi á stríðsárunum og gaf kirkjunni. Ekki er vitað uppruna myndarinnar, en á þessum árum fóru mörg listaverk á flakk í Evrópu vegna stríðsástandsins. Eyjafjörður er gróðursæll og þéttbýll og hér eru höfuðbólin hvert öðru sögufrægara. Í dalnum miðjum 20 km frá Akureyri er stórbýlið og kirkjustaðurinn Grund með kunnustu höfuðbólum á landinu. Afkomendur Helga Magara bjuggu fyrstir á Grund, síðan Sturlungar og einnig Þórður Kakali sem drakk sig í hel eins og segir í kvæðinu. Við túnið á Grund er hóll kenndur við Grundarhelgu, en sagan segir að hún hafi látið hola hólinn innan og gera þar stofu. Þar hafi hún síðan verið heygð með margt fjármuna í kringum sig. Hafa ýmsir vilja kanna sannleiksgildi sögunar og grafið í hólinn en ætíð orðið frá að hverfa. Önnur stórlynd kona gerði garðinn frægan 200 árum síðar, en það var Þórunn, dóttir Jóns Arasonar Hólabiskups. Stóll hústrú Þórunnar er nú í Þjóðminjasafni og á sér merka sögu. Þess er getið árið 1551 að Þórunn hafi afhent Grundarkirkju 3 nýja stóla. Einn þeirra er glataður, en Ólafur Brím keypti hina 2 á uppboði 1843 og sendi Finni Magnúsinni í Kaupmannahöfn. Finnur lét stólana á forngripasafn konungs og annar þeirra var svo gefinn aftur til Íslands árið 1930. Hann er fagurlega útskorinn af Benedikt Narvasyni sem eflaust hefur gert alla 3 stólana, en engin deili vita menn frekar á þessum listasmið. Annar kjörgripur frá Grund er í Þjóðminjasafni, en það er silfurkaleikur með patínu frá árinu 1489 og því 500 ára gamall. Hann er 21 cm á hæð og hreinræktaður gotneskur smíðisgripur að allri gerð. Á leggnum er fagurlega skreyttur hnúður með perlum og hálfeðalsteinum. Líklegast er að Grundarkaleikur sé frá Lübeck í Þýskalandi. Sá smíðisgripur sem borið hefur hróður Grundar hæst í seinni tíð er kirkjan sem hér stendur og sést víða að. Kirkju er fyrst getið á Grund árið 1196 og hér hefur verið kirkja síðan, en engin lík þeirri sem hér er nú að stærð eða glæsileik, enda er Grundarkirkja talin eitt fegursta guðshús á Íslandi. Hún er fyrst og fremst verk Magnúsar Sigurðssonar, byggingameistara, framkvæmdamanns og bónda á Grund sem reisti kirkjuna á sinn eigin reikning árið 1905. Magnús á Grund var einn af þessum óbílandi talsmönnum framfara og dugnaðar sem settu svip á upphaf aldarinnar. Magnús fæddist á Öxnafelli árið 1847. Hann lærði trésmíði á Möðruvöllum og skipstjórn á Akureyri. Hann kom nálægt bókaútgáfu, stundaði útgerð, rak verslun og hélt skóla á Grund í 19 ár. Hann var áhugamaður framfarir í landbúnaði og bætta húsagerð og flutti inn annan bílinn sem kom til landsins árið 1907. Magnús keypti hálfa jörðina árið 1873 og hinn helminginn er hann stóð á fertugu. Hann bætti jörðina og byggði upp húsakost og gerði Grund aftur að stórbýli. Árið 1890 fór Magnús til Danmerkur, Englands og Skotlands, skoðaði byggingar og búgarða og drakk í sig menningaráhrif stórþjóðanna. Þá viðaði hann að sér ýmsum gögnum kirkjur og búnað þeirra og 1902 pantaði hann smíðavið í nýja kirkju á Grund. Hún var vígð 12. nóvember 1905 og svo hefð var rofin við byggingu hennar að hún snýr í norður-söður en ekki austur-vestur eins og aðrar kirkjur.
Magnús hvílir í kirkjugarðinum á Grund en hann lést árið 1925. Magnús og fyrri kona hans Guðrún eignuðust 8 börn en mistu 5 þeirra. En með Margréti seinni konu sinni átti hann eina dóttur. Magnús reisti stórt íbúðarhús árið 1909 og annað stórhýsi ári síðar sem brann til kaldra kola svo til fullgert. Annað var þegar byggt í þess stað og er nú íbúðarhús. Þegar Magnús fór að huga að kirkjubyggingu leitaði hann til Sigtryggs Jónassonar, trésmíðameistara á Akureyri og gerði hann frumu uppdrátt að kirkju svo unnt væri að panta smíða við. Síðan hafði hann upp á Ásmundi Bjarnasyni sem hann hafði kynnst í Kaupmannahöfn forðum og þeir höfðu skoðað saman kirkjur og stórbyggingar. Ásmundur gerði uppdrætti kirkjunar eftir tillögu Magnúsar og var jafnframt yfirsmiður en 4 smiðir aðrir unnuð við smíðina. Grundarkirkja er 9 x 22 metrar af flatarmáli með sönglofti og svölum meðfram báðum veggjum uppi. Hæð undir hvelfingu er 7 metrar og turnhæð 24 metrar. Hún er ótrúlega rúmgóð og glæsileg hið innra, mikið og fallega skreytt og vann norskur málari Müller það verk af mikilli kostgæfni. Athygli vekur smekklegt litaval og gott samræmi. Magnús Sigurðsson flanaði aldrei að neinu og hann þurrkaði allan smíða við í kringum ofn í baðstofu í 1 til 2 vikur áður en úr honum var unnið. Hann skar sjálfur glerið í gluggana og það sem annað er vandað og gott verk og ennþá sem nýtt. Altaristaflan er eftir Anker Lund frá árinu 1891 og með fyrstu töflónu sem hann málaði fyrir íslenskar kirkjur en þær urðu alls 24. Ásmundur yfirsmiður og Pálmi Jósefsson smíðuðu altari og predikunarstól. Undarleg tilfinning að koma á sveitabæ í miðjum Eyjafirði og finna fyrir annað eins hús og Grundarkirkju. Það er engu líkara en maður sé skyndilega staddur í stórborg í öðru landi. Slík er fegurð kirkjunnar og frágangur að öllu leyti. Sagt er að Magnúsi hafi líka vel ummæli nafna síns landshöfðingja hann hafi skoðað kirkjuna og varðað orði: hér vantar ekkert og hér er engu ofaukið. Sagt var Grundarkirkju að hún væri sannkölluð fyrirmynd bæði af fegurð og smekkvísi allri.